Í haust á ráðstefnu félags hrossabænda skapaði svo umræða að gera byggingadóma valkvæða og við erum hér með Þorvald Kristinsson til að ræða það málefni. Sæll Þorvaldur. Blessaður. Það var, já, ég kynnti það svolítið á ráðstefnu í haust og svo einnig á fundarferðinni í vetur að með svona byggingadóma bara almennt og ef maður skoða bara hvernig byggingadómar að þróast með aldri, að breytast með aldri, að þá eru langflest hross bara að hækka í byggingu með aldri, sem sagt, eðlilega. Þau eru bara styrkjast og eflast og þeir eiginleikar sem að hækka mest, til dæmis bak og lend, það hækkar mest og svo fótagjur og hófar, fram hluti eða hálsar og bóar, svo, þannig að það er svolítið misjafnt hversu mikið þið breytast, en allir eiginleikar eru heldur að hækka með aldri og 75-80% hrossa tæplega 80% hrossa er að bara hækka með aldri eftir við komum oftar í byggingadóm. Og mesta breytingin er eins og við bara eðlilega er að milli 4 og 500 aldurs, en það er hrossin náttúrulega mikið að breytast á. Þá komur svo hugmynd hvort að það þyrfti að gera kröfu að Hæstiréttur kæmi byggingadóm í hvert einasta sinn sem kemur í dóm. Og þannig að við skoðum það svolítið og ræddum það núna á rektorleitafundi 5 í vetur og lögðum fram þá tillögu að þegar hrossið kemur í dóm 4 og 5 metra, þá kemur það í byggingadóm, bara áður en það kemur í reiðdóm eins og verið hefur. En eftir 5 metra aldurinn þá sé það rauninni bara valkvætt, hvort að þú komi hestin aftur í byggingadóm eða ekki, sem sagt. Þannig að hross sem koma fyrst skipti 5 metra eldri í dóm, að þá er rauninni bara einn sem sagt, byggingadóm sem er krafan þá, sem sagt. Og svo eftir það þá getur þú bara komið hestinn í byggingadóm eða vilt, en þá bara reiðdóm, sem sagt, seinna meir, sem sagt. Og ég held að sé alveg óhætt að gera þetta, sem sagt, að gera þetta meira valkvætt. Ég held að við séum ekki að tapa út til dæmis verðmætum upplýsingum. Og einnig þá held ég að mjög mikill hlutir hrossa komi aftur í dóm. Við veitum það að ef við komum hross í byggingadóm 500, að þá er hún mörgum tilfellum orðin öflugri 6 vetra og þú vilt bara koma aftur í byggingadóm. Þannig að ég held að við munum fá hross endurtekið til dóms áfram. En ef maður skoðar gögnin svolítið og hvernig þetta breytist með aldri, þá held ég sjálfveg óhætt að bara gera þetta svona meira valkvætt, hvort þú komið hestin í byggingadóm eða ekki. Og svo einnig að þá er hluti af þessari tillögu að slíta þetta í rauninni sundur, sem sagt, byggingadóm og hæfileikadóm. Þannig að þú getur þannig að þú þurfi ekki að koma hrossið í fullan dóm á stað og stund. Þannig að þú getur komið hestum kannski í byggingadóm í maí eða júní og svo seinna sumarið, í júlí til dæmis, komið þá með hestin í reiðdóm og klára þá fullan dóm. Þannig að þetta býður upp á líka heldur meiri sveigjanleika fyrir ræktendur og býður kannski líka upp á meiri sveigjanleika fyrir okkur. Við getum þá kannski farið víðar að vori og dæmt hross í byggingu, þar sem er bara aðstæða til þess en kannski ekki reiðvöllur. Og létt kannski á byggingadómu fyrir þegar áður en svona sýningartímabili hefst að fullu. Þannig að ég held að þetta sé jákvætt að gera þetta. Og þetta, eins og sé, þetta var rauninni lagt fyrir rektorleitafund 5 í vetur og rauninni samþykkt, það leist öllum vel á þetta. Og einnig heyrði ég annað á fundarferðinni í vetur að rektornum heima litist einnig vel á þetta. Þannig að þetta tekur ekki gildi í vor, sem sagt, þetta þarf að fara aftur fyrir aðalfund 5 sem er þá febrúar næsta ári. Og ef þetta verður samþykkt þar, sem ég á fulla von á, að þá tekur þetta þá gildi vorið 2026, sem sagt. Þannig að þetta er eitthvað sem er bara í vinnslu hjá okkur og í farvatninu og lítur bara vel út að verða veruleika, sem sagt. Þannig að bara næsta vor, sem sagt. Þannig að ég held að þetta sé bara leiður í því að runni, já, bara auka sveigjanleika. Þetta sparar þetta líka fyrir ræktendur jafnvel að þurfu ekki að koma hestur í byggingadóm aftur heldur ef hesturinn hefur batnað í reið eða bara að þá getur bara einblítt á reiðdóminn, sem sagt. En áfram náttúrulega munum við skoða hross náttúrulega áður en þau kom í dóm, mæla hófa, skoða heilbrigði hestana og þannig að við séum ekki að hleypa hrossum í braut sem eru þannig að áfram verður heilbrigðisskoðun öllum hrossum, mælingar á hófum og jafnvel þurfum við að mæla eistu stóðhesta kannski einu sinni á ári ef þau koma endurtekið og þannig að það verður áfram allavega hófamælingar og heilbrigðisskoðanir en ég held að sé alveg óhætt að gera byggingadóminn bara meira valkvæðan, sem sagt. Þetta er í farvatninu. Já.
Þannig að kynbótadómurinn hugsanlega verður þá skilvirkar og einfaldari kannski framkvæmd bara fyrir alla. Þannig að þetta svona, já, ætti að vera einfaldara fyrir bara rektendur og dómara og skipuleikjendur. Já, ég held að þetta sé hérna, eins og ég segi, sko, þegar maður skoðar gögnin og hvernig þetta er að breytast, að þá auðvitað einstakar hross að breytast mjög mikið í byggingu og hækka, sérstaklega hækka mjög mikið, sem sagt. Þannig að hérna, en almennt eftir 500 aldurinn þá er almennt breytingin eitthvað 0,056 stig í byggingadóm, þannig að almennt er breytingin ekki mjög mikil og hérna, þannig að eins og ég segi, ég held að sé óhætt að gera þetta og jákvætt að gera þetta. Kæra þakkir, spennandi og bara við fylgjumst vel með. Takk fyrir.